Já, komið sæl og verið velkomin á 391. fund sveitarstjórnar 5. júní 2026 kl. 13 og fyrsti fundur nýrrar sveitarstjórnar. Mættir eru, já, ég er Helgi Einarsson, K-lista, Katrín Sif Ingvarsdóttir, K-lista, Magni Þór Óskarsson, K-lista, Mónika Margrét Stefánsdóttir, B-lista, Benedikt Snær Magnússon, D-lista, Bessi Ragúel Víðisson, D-lista og Börkur Þór Ottosson, A-lista. Starfsmenn fundarins, Guðrún Pálína Jóhannsdóttir, sviðsstjóri og Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, sveitarstjóri. Fundargerð ritar Guðrún Pálína. Gera einhver athugasemdir við fundaboð eða fundaboðun? Ef ekki, þá óska ég eftir heimild til þess að bæta við mál á dagskrá, mál númer 202-05164, liður 31. Einhverju sem gera athugasemdir við það? Þá setjum við það mál á dagskrá og þá vindum við okkur í dagskrána. Fyrsti liður, úrslit sveitarstjórnarkosninga þann 16. maí 2026. Sveitarstjórnarkosningar fóru fram 16. maí síðastliðin. A-listi, byggðarlisti hlaut 134 atkvæði eða 12,5% atkvæða og 1 fulltrúakjörinn. B-listi Framsóknar og óháðra hlaut 165 atkvæði, 15,4% atkvæða og 1 fulltrúakjörinn. D-listi Sjálfstæðisflokks hlaut 257 atkvæði, 24,1% atkvæða og 2 fulltrúakjörna. K-listi Dalvíkurbyggðar hlaut 512 atkvæði, 47,9% atkvæða og 3 fulltrúakjörna. Á kjörskrá voru 1475 atkvæði greidd, og á kjörskrá voru 1475, greidd atkvæði voru 1103 og kosningaþátttaka var því 74,8%. Gildir atkvæðaseðlar voru 1068 eða 96,8%, auðiseðlar voru 27 eða 2,4% af greiddum atkvæðum, ógildi seðlar en ekki auðir voru 8 eða 0,7% af greiddum atkvæðum. Kjörstjórn hefur gefið út tilkynningu aðal- og varamenn sem kjörnir hafa verið í sveitarstjórn sem var dagsett 17. maí síðastliðin og eftirfarandi fulltrúar náðu kjöri eins og var sett aðan: Helgi Einarsson, Katrín Sif Ingvarsdóttir, Magni Þór Óskarsson, Mónika Margrét Stefánsdóttir, Benedikt Snær Magnússon, Bessi Ragúel Víðisson, Börkur Þór Ottosson og eftirtaldi frambjóðendur náðu kjöri sem varamenn í sveitarstjórn: Dóminík Sigrúnardóttir, Hörður Snær Jónsson, Emil Júlíus Einarsson, María Björk Stefánsdóttir, Auður Olga Arnarsdóttir, Sindri Ólafsson og Erla Björk Jónsdóttir. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá hann lagður fram til kynningar. Ég óska nýrri sveitarstjórn til hamingju með kjörið og sérstaklega nýjum sveitarstjórnarfulltrúum og vona að ykkur öllum eða okkur öllum gangi vel á kjörtímabilinu. Annar liður, kjör forseta og varaforseta sveitarstjórnar samkvæmt 7. grein samþykktar stjórn Dalvíkurbyggðar og ég ætla að lesa hér upp tillögu í A-lið að forseti verði Mónika Margrét Stefánsdóttir og í B-lið verði fyrsti varaforseti Benedikt Snær Magnússon og annar varaforseti Magni Þór Óskarsson. Einhverju sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá skulum við enginn sem vil taka til máls og þar með enginn sem vil koma með aðra tillögur í A-lið með forseta. Þá er Mónika Margrét Stefánsdóttir rétt kjörin sem forseti sveitarstjórnar. Einhverju aðra tillögur fyrsta og annan varaforseta sveitarstjórnar? Ef ekki, þá er Benedikt Snær og Magni Þór réttkjörnir sem fyrsti og varaforseta sveitarstjórnar.
Takk fyrir. Og þá tekur forseti völdin. Já, góðan daginn. Ég vil byrja að óska ykkur og okkur til hamingju með verkefni sem okkur falið næstu 4 árin og ég tek undir með Helga og vona bara að við eigum eftir að ná að vinna vel saman. En þriðja mál á dagskrá málefna og samstarfssamningur milli K-lista og B-lista Framsóknar og Óháðra. Og það var sent með fundaboði þessi samningur og það sem kemur fram að samkomulag á milli okkar B- og K-lista að varamenn séu kallaðir til þvert á samstarfslista ef til þess kemur að það vanti fulltrúa á öðrum listum. Nú spurning hversu djúpt þið viljið að við förum í, þið vantarlega voru búin að kynna ykkur. Ef ég renni bara svona, að ekki að renna bara svona rétt yfir verkaskipting og nefndaskipan, að við ákvæðum strax að B-listin þar sem B-listin með formennsku K-listi með varaformann og öfugt. Og eins og komið fram að ég forseti sveitarstjórnar og svo erum við með bara ýmislegt. Þið eru væntanlega búin að kynna ykkur, viljið að ég fari, á ég að fara eitthvað djúpt í, ekki bara að þannig að það spurning, einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Benedikt. Forseti, sveitarstjórn og áhorfendur. Ég vil byrja á því að óska öllum til hamingju með kjörið. Við erum hér að ræða málefna á samstarfssamning B-lista Framsóknar og Óháðra og K-lista Dalvíkurbyggðar. Þó að samningurinn séu mjög almennt orðaður og lítið að skýrum stefnum sem meirihlutinn ætlar að stefna að næstu 4 árin, þá eru í honum góð mál en líka slæm mál. Ég vil byrja á að fagna því að núverandi meirihluti ætla að halda áfram að vinna að ábyrgri fjármálastjórn og hvetja þau til að hafa það í huga að ekki var að fara í lántöku á seinasta kjörtímabili, heldur voru lán greidd niður og skuldaviðmið lækka úr 40% í 18,4%. Á sama tíma var vaxtagjöldum snúið í vaxtatekjur. Það ábyrg fjármálastjórn. Ég nefni það sérstaklega þar sem málefnasamningurinn útblásinn af miklum útgjaldaliðum sem hefði verið í lagi ef það hefði verið eitthvað af tekjulið líka. Þess þá heldur þegar halda á álögum og íbúa og fyrirtæki í lágmarki. Fyrir mér það reynda svo að þegar á að halda einhver í lágmarki þá sé stefnan sett á að reyna að útrýma því. Hvað þýðir það að halda álögum í lágmarki? Á að afleggja fasteignaskatt, á að lækka útsvar í lögbundi lágmark? Þetta eitthvað sem meirihlutinn verður að svara skýrt. Það leiðilegt að sjá í málefnasamningi að vinnuhóps framtíðarstaðsetningu byggðasafns sé kastað út gluggann. Það sem halda áfram að vinna því að finna byggðasafni framtíðarstaðsetningu. Ég vissi ekki betur en að staðsetning væri komin og vinna við hönnun húsnæðis væri í fullum gangi. Og í framhaldi má kannski nefna að nýr meirihluti ætlar að vinna að málefnum gamla skóla. En tiltekur ekkert frekar hvaða málefni það eru. Á að rífa húsnæðið, kaupa hluti ríkisins eða viðhalda húsnæði meirihlutaeigu ríkisins. Úr því að húsnæði sem á söluskrá ratar inn í málefnasamningin hlýtur meirihlutin að hafa myndað sér stefnu málefni gamla skólans og hefði verið gaman að sjá í meirihlutasamkomulagi hversu stefna er. Mig grunar þá ekki sér samstæð innan nýs meirihluta málefni gamla skóla og þess vegna eigi að vinna lausn sem nýr meirihluti getur sæst á frekar en einhverjum sérstökum málefnum húsnæðisins. Meta á verkefni gjaldfrjáls leikskóli, verkefni sem var sett á sem tilraunaverkefni 1 ár og var svo fest í sessi á sveitarstjórnarfundi 18. febrúar 2025. Það verkefni sem var tilraunaverkefni veturinn 2024-2025 og fest í sessi í framhaldi af því þarnist skoðunar mjög mikil ráðgáta. Og ég biðla einlæglega til nýs meirihluta að eyðileggja þetta verkefni ekki með því að fjölga klukkustundum í gjaldfrjálsri vistun
og bendi á að vistun barna í gjaldfrjálsri vistun í dag eða yfir 80%. Og veikindadögum starfsmanna hefur fækkað sem á rekja til minna álags starfsfólks einmitt vegna þessa verkefnis sem ekki verkefni lengur heldur búið að festa í sessi. Vinnuhópur gjaldfrjálsa vistun var lagður niður þar sem ekki þótti þörf á eftirfylgni og finnst mér þess vegna mjög skrítið að sjá í meirihluta samkomulagi meta í verkefnið. Ef á að endurskoða skráningadaga eða gjald fyrir þá tilheyra þeir ekki gjaldfrjálsri vistun og eru ekki í verkefninu gjaldfrjáls leikskóli frekar en að börnum 18 mánuða yngri boðin vistun til 15-15. Við eigum að geta lagað það sem að, en við eigum þó líka að geta sagt hvað það sem að án fróðu orðalags að meta verkefni. Ég verð líka að segja að ég sakna sárt að sjá ekkert minnst á menntastefnu Dalvíkurbyggðar, en menntastefnan sem nú í gildi fyrir árin 2021-2026, svo brýnt strax í haust að taka upp endurskoðun á henni. Sér í lagi nú í stöðu samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta uppeldis aðstæðum barna og hefðbundum hugmyndum menntun. Í meirihluta samkomulagi sagt að deiluskipulagi í höfnina á Árskógssandi en hvergi minnst á endurskoðun á deiluskipulagi hafnarinnar á Dalvík. Hvort það sé slegið út af borðinu eða hafi gleymst veit ég ekki. Ég vil þó segja að þó að nýr meirihluti stefnu á að byggja nýja aðstöðu fyrir starfsmenn hafnarinnar á grunni núverandi húsnæðis eftir nýjum teikningum, þá ennþá þörf á endurskoðun deiluskipulags á hafnarsvæði og vona ég að góð samvinna verði á kjörtímabilinu þá vinnu. Ég verð þó að segja að kaflinn veitu og hafnaráð í meirihluta samkomulagi mjög þunnur og þá sérstaklega snýr af veitunum. Nýr meirihluti virðist með meirihluta samkomulag sitt vera stefnulaust í veitumálunum og hreinlega ekki hafa þekkingu á málaflokknum. Hvers vegna ekki tiltekið að tengja í Brunahann á Dalvík á Árskógssandi eða tengja saman hitaveitu Dalvíkurbyggðar á Norðurorku, svo ekki sé talið vatnsöflun á Árskógsströnd, skoða það að fjölga notendum hitaveitunar, eru við hætt rannsóknum í Þorvaldsdal, það hægt að telja endalaust áfram brýnu verkefni sem við verðum að fara í, hvort sem það tengist veitum eða einhverju öðru, en meirihlutin ákveður að einhverju leyti frekar að setja sín mál til eigin hagsmuna í samkomulagið fremur en til hagsmuna allra í sveitarfélaginu. Að lokum varðandi Dalbæ þá fagnaði því að vinna í að sjálfbærum rekstri Dalbæjar, en þeir sem til þekkja vita undir lok síðasta kjörtímabils náðum við því í gegn að fá 7 dvalarrýmum breytt í hjúkrunarrými sem þýðir að aukna tekjur geti verið 6 milljónur á mánuði eða 70 milljónur á ári. Það hefði verið gaman að sjá að virðingu við okkur sem stóðum í þessu að það verið talað að halda áfram að vinna að sjálfbærum rekstri Dalbæjar, en aftur kemur að því að það verið sem meirihlutinn þekki málefnin ekki nógu vel. Ég sé á þessu málefnasamningi að það verið mikil vinna að halda meirihlutanum við efnið og hjálpa þeim að vinna góðum málum brautargengi og hlakka mig til samstarfsins næstu 4 árin sem verða íbúum Dalvíkurbyggðar til heilla. Ég fullu þrótts og vona innlega aðri séu það líka. Takk fyrir þetta, Benedikt. Er fleiri sem vilja taka til máls? Þessi? Forseti fundamenn, ég vil byrja á að óska sveitarstjóranum okkar til hamingju með starfið. Ég hef átt nokkur samtölu hérna og ég held að hann séum vandað og orkumikla konu að ræða og held að við séum heppin að fá hann njóta hennar krafta áfram. Ég vil einnig nýta tækifærið og óska nýmyndu meirihluta velferðnaðar og góðs gengis á komandi kjörtímabili. Sveitarfélagið á allt undir því að forystan sé á tánum og að rétt sé haldið á spöðunum fyrir okkar hendur. Ég vil láta meirihlutin líka vita því að við sjálfstæðismenn erum ávallt tilbúin að taka ábyrgð og aðstoða ef því leitað. En að sjálfsögðu ber mér líka skylda að benda það sem betur má fara. Ég vil því taka undir þær áhyggjur sem að oddviti okkar sjálfstæðismanna hefur lýst hér. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri, Börkur Þór. Já, virðulegi forseti, ágættu sveitarstjórnarfulltrúar og aðri gestir. Ég vil byrja að óska okkur öllum til kjörnum fulltrúum til hamingju með kjörið og óska nýjum meirihluta velfarnaðar í þeim mikilvægu verkefnum sem framundan eru. Árangur sveitarfélagsins sameiginlegt verkefni okkar allra og það skiptir máli að við vinnum saman á ábyrgð, virðingu og metnaði. Við höfum hér til umfjöllunar málefnasamning nýs meirihluta í Dalvíkurbyggð. Í samningnum má finna ýmis jákvæð markmið sem A-listinn tekur undir.
Þá má meðal annars nefna áherslu á áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins, málefni gamla skóla, góða þjónustu við íbúa og ábyrga fjármálastjórn. Samhliða því teljum við eðlilegt að spyrja hvernig þeim fjölmörgu verkefnum sem nefnd eru í samningnum verður forgangsröð og fjármögnuð. Það hefur verið gagnlegt að sjá skýrari útfærslu á því hvernig markmiðum verður náð án þess að stefna fjárhagslegum stöðugleika sveitarfélagsins í hættu. Við teljum einnig mikilvægt að íbúar geti fylgst með framvindu helstu verkefna með einföldum og gagnsæjum hætti, til dæmis með opinni yfirlitssíðu þar sem framkemur hvaða verkefni er í vinnslu, hver staðan er og hvaða næstu skref eru fyrirhuguð. Á sviði mennta- og fjölskyldumála eru mörg mikilvæg verkefni sem framundan eru. Gjaldfrjáls leikskóli hefur reynst fjölskyldum sveitarfélagsins vel og mikilvægt er að allar breytingar sem þar kunna að verða skoðaðar byggjast á gögnum sem reynslu og hagsmunum barna, foreldra og starfsfólks. Við söknum þess að í framlögðum málefnasamningi er ekki fjallað skýrar húsnæðismál leikskólans, en samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja fyrir virðist þörf á auknu leikskólarými á allra næstu árum. Það er mikilvægt að sú vinna hefjist tímanlega. Í skipulags- og framkvæmdamálum hefði verið gott að sjá skýrari framtíðarsýn. Málefni byggðasafnsins, hafnarsvæðisins og gamla skóla eru stór og mikilvæg verkefni sem kalla á skýrar ákvarðanir, vandaða undirbúningsvinnu og víðtækt samráð. A-listinn fagnar því að skoða verið áfram möguleika fyrir byggðasafn en þær sem áður hafa verið kynntar. Við fögnum einnig því að gert sé ráð fyrir auknu fjármagni í viðhald eigna sveitarfélagsins og viljum árétta mikilvægi þess að unnað verði skýrar viðhaldsáætlanir fyrir eignir sveitarfélagsins. Í því samhengi teljum við jafnframt mikilvægt að skoða af alvöru ráðningu umsjónarmanns fasteigna. Slíkt starf geti styrkt yfirsýn, bætt utanumhald og tryggt að viðhald verði markvissara og hagkvæmara til lengri tíma. A-listinn mun leggja áherslu á að ákvarðanir í þessum málum byggist á faglegri vinnu og langtíma hagsmunum sveitarfélagsins. Sama á við veitumál og hafnamál. Þar er framundan stór verkefni sem snúa að innviðum, öryggi og framtíðarþróun sveitarfélagsins. Mikilvægt er að sveitarstjórn hafi skýra stefnu þau mál og tryggja að nauðsynlegur undirbúningur og framkvæmdir haldi áfram. Við teljum afar mikilvægt að ráðinn verði veitustjóri sem allra fyrst. Enda teljum við farsælt að byggja upp þekking og yfirsýn innan sveitarfélagsins fremur en að treysta of á aðkeypta þjónustu. A-listinn mun á þessu kjörtímabili gegna hlutverki sínu á ábyrgð. Við munum styðja góð mál, spyrja smánefnilegra spurninga, veita aðhald þar sem þess er þörf og leggja okkar á mörkum til að sveitarfélagið þróist áfram í þá allra íbúa. Við hlökkum til samstarfsins á komandi kjörtímabili og vonum að sameiginleg vinna okkar verði Dalvíkurbyggð til heilla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Börkur. Er fleiri sem vilja taka til máls? Helgi? Forseti fundarmenn, þetta er bara gaman. Þetta minnir mig fyrir svona flashback 4 ára aftur í tíman þegar við birtum okkar málefnasamning og Framsókn stóð og talaði skýrt og það var bara gaman, góður skóli. Og ég hef nú lesið þó nokkra meirihlutasamninga og þeir eru misjafnir eins og eru margir og en aðalatri er að fólk gerir málefnasamning og ég ætla ekki svona kannski, óþarf að vera að fara hvernig aðrir vinna þetta en margir eru með langlokur hitt og þetta. Þessi málefnasamningur er auðvitað ekki tæmandi og eins og stendur í lok hans að þá er bent á stefnuskrár K-listans fyrir kosningar og B-listans. Þannig að það voru tekið nokkur mál, margt sem var ekki rætt, margt rætt en margt sem var ekki sett í málefnasamningin. Að því að við vitum þegar við förum að vinna að þá erum við, málefnasamningur er vissulega á bak við eyrað en þegar þú ferð að vinna í daglegum verkefni fyrir sveitarfélagið að þá er ekki endilega hvað maður skrifaði þessa línu. Það snýst að halda áfram góðu verkum og reyna að koma sem flest í gegn.
Síðasta sveitarstjórn, hún vann mikla vinnu við mörg góð mál og og margt í undirbúningi en mikið sem að lítið af stórum fjárfrekum verkefnum fór í gang, byggðasafn, slökkvistöð og svo framvegis. Þannig að það segir sér sjálft að útgjöld sveitarfélagsins munu verða meiri og hvort að við komumst í gegnum kjörtímabil án þess að taka lán eða ekki, það verður bara komið í ljós, en auðvitað vonast ég til þess að þurfa ekki að taka lán. En þegar við erum búin að eins og síðasta sveitarstjórn við skildum við hana, þá erum við með framkvæmdir fyrir milljarða en það þarf forgangsraða og við erum með 4 ár í þetta og við tökum bara það sem hægt en auðvitað erum við ekki að fara í mörg stór verkefni á sama tíma. Ég held að það var aldrei ráðlegt. Ég ætla nú kannski ekki að bregðast við öllu þessu, þetta er bara fínt og flott að fá ábendingar og umræður og það nú skemmtilega við nefndir að við höfum eftir að ræða öll þessi mál sem voru komið upp og komast að niðurstöðum það. Það er ekki verið að henda nokkur mál sem ég ætla samt að tæpa á, það er ekki verið að henda vinnu vinnuhóps byggðasafnið út gluggann. Þvert á við munum halda þeirri vinnu áfram og það þarf bara að endurskipa í þann hóp og ekki verið að taka neitt út af borðinu þar. Gamli skóli, aðalmarkmiðið með gamla skóla er að við öll hér, sem sitjum hér þurfum ekki eftir 4 ár að vera að tala gamla skóla. Það er svona held í okkar markmið. Hvað gerist fyrir hann? Það ætlum við að finna út og allir hafa skoðun á því og ég ætla ekki að segja mína skoðun hér en við ætlum bara að útrýma þessari umræðu. Gjaldfrjáls leikskóli, það er alls ekki verið að leggja niður gjaldfrjáls leikskóla ef einhver er hræddur það en við viljum fara yfir málið og vita hvað hefur reynst vel og hvort að eitthvað mögulega megi bæta. Og það er ekki verið að fjölga klukkustundum í gjaldfrjálsi vistun. Allavega hef ég ekki séð það fyrir mér. Skipulagsmál eins og Hafnarsvæði á Dalvík, það er meðal annars í K-lista bæklingnum, þannig að við vorum ekki nefna það mál. Veitur vissulega hefði alveg mátt vera með langa rullu það en aðalatri er að við ætlum að sækja fram og vera til fyrirmyndar í þessum málum og við höfum náð miklu árangri á síðasta kjörtímabili og nú þurfum við bara að halda áfram og ég bara hlakka til þessa kjörtímabils varðandi veitumál og ég held að það verði bara gaman að fylgjast með því. Leikskólarými eins og Börkur kemur inn á, það er alveg rétt og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að vinna saman og fljótt og vel að reyna að finna út af þessum málum. Ég held að ég bara láti þetta gott heita og bara það að þessar umræður séu líflegar og skemmtilegar segir mig það að það verður bara kraftur í nefndunum sem verða og það verður bara skemmtilegt og ég held að við náum góðum tilhugum saman að þá erum við bara góðri leið. Takk. Takk fyrir þetta Helgi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nei, þá vil ég bara svolítið taka undir með Helga að jú, ykkur finnst þetta kannski vera rýrt en við lágum mikið yfir þessu og við erum bara mjög sátt við við samningin eins og hann er og ég verð að segja, ég er bara mjög spennt fyrir næstu 4 árum í nefndum og tek undir það með Helga að með hvernig þetta byrjar núna þá verður gaman að vinna áfram næstu 4 árin. Þannig að en málefnasamningurinn hann er þá lagður fram til kynningar. Þá erum við komin að 4. lið, kosningar samkvæmt samþykktum stjórn Dalvíkurbyggðar.
að þetta tillaga meirihluta og minnihluta fulltrúa í ráð og nefndir. Á ég að lesa þetta allt upp? Er þið ekki búin að kynna ykkur hvernig þetta allt saman er? Já, er þið með einhver aðra tillögur heldur en það sem er þarna? Helgi. Ég er bara að standa hérna, forseti. Eina sem kannski við þurfum að bara spurning með hvernig þetta verður orðað í fundargerð, en það er ekki til neitt í sem sagt í reglunum okkar sem sagt hvað heitir þetta? Fundarþóknun fyrir sem sagt áheyrendafulltrúa. Þannig að það er spurningum að vísa því bara til byggðarráðs og til vinnslu. Af því að meðan það er ekki til það, þá er erfitt að finna út hver kjörin eru. Takk. Takk fyrir þetta. Þá verður farið í að finna það út. En eru allir þá samþykkir ofangreindri tillögu skipan í fastanefndir? Er einhver á móti og einhver sem situr hjá? Ég sá ekki allar hendur. Já, takk. Já, og þá er 5. liður frá SSNE, skipan stjórnar og þingfulltrúa, og tekjum fyrir erindi varða skipan stjórnar og þingfulltrúa og þar sem er einn fulltrúi í stjórn og annar til vara, og svo eru það þingfulltrúar eru skipaðir til 4 ára og það er lagt fram til kynningar og vísa í 4. lið hér og ofan þar sem sveitarstjórn hefur skipað bæði í stjórn og 4 þingfulltrúa. 7. lið, ákvörðun fundi sveitarstjórnar og fundi byggðarráðs, og ég legg fram eftirfarandi tillögu. A. Sveitarstjórn samþykkir að í upphæði kjörtímabils verða auglýst hvernig fundi sveitarfélags verða auglýstur á kjörtímabilinu og með hvaða fyrirvara eins og kveður á í 15. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 með síðari breytingum. Er einhver sem vill taka til máls? Nei. Svo vil ég í B að fundi sveitarstjórnar verða jafnaði haldnir 3. þriðjudag hvers mánaðar í Ráðhúsi Dalvíkur í Ufsa á 3. hæð klukkan 16:15 og verða auglýstur með 2 daga fyrirvara á heimasíðu Dalvíkurbyggðar. Er einhver sem vill taka til máls hér? Ok. C. Þá í sambandi við streymi að fundum sveitarstjórnar að fundum sveitarstjórnar við áfram streymdi gegn YouTube-rás sveitarfélagsins og upptaka aðgengileg þar í sólarhring. Bensi? Ég vil leggja til breytingu á orðalagi þar sem að í sólarhring fari út og fundir verði á YouTube þar inni. Þetta ekki út eftir sólarhring. Takk. Takk fyrir það. Hvernig virkar þá, tökum við það fyrir núna, kjósum það tillöguna, er það ekki? Ok,
Þá þeir sem eru sammála tillögun hans Bensa rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Vitum nú við, hvert var ég nú komin hérna? Þá er fundir byggðaráðs. Þeir verði að jafnaði haldnir hvern fimmtudag klukkan 13:15. Einhver sem vill taka til máls? Benedikt? Sko, ég vil í rauninni leggja til vegna þróunar á síðasta kjörtímabili að fundir byggðaráðs voru ekki haldnir í þeirri viku sem sveitarstjórnarfundur var, að það yrði bætt við nema að jafnaði í þeirri viku sem sveitarstjórnarfundur er. Takk. Takk fyrir þetta. Og þá ætlum við að ég verð að viðkynna, Bensi, nennir að útskýra þetta eins. Ég náði ekki alveg. Já, að það sé ekki í þeirri viku. Já, ok. Þeir sem eru samþykkir því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Ok. Þannig að ef við tökum þá með þeim breytingum sem við erum búin að samþykja núna, að hverjir samþykja A til D með þeim breytingum sem hafa komið rétt upp hönd. Ok, þá er það komið. 7 siðareglur kjörinna fulltrúa, endurskoðun í upphafi kjörtímabils og í upphafi kjörtímabils skal ný sveitarstjórn meta hvort ástæða sé til að endurskoða siðareglu sveitarstjórnar. Þannig að ef einhver sem vill taka til máls. Helgi. Forseti, góði fundarmenn, ég legg til að við vísum þessu til byggðaráðs til skoðunar og umræðu og þegar byggðaráð hefur lokið sinni yfirferð þá komi niðurstaða til sveitarstjórnar. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá greiðum við atkvæði það. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 8 framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar, kjörtímabil 26-30. Sveitarstjórnir skulu marka sér stefnu og gera framkvæmdaáætlun fyrir hvert kjörtímabil á sviði barnaverndar innan sveitarfélagsins. Og ef sveitarfélag hafa með sér samvinnu barnavernd er þeim heimilt að gera sameiginlega áætlun. Sjá nánar 9. grein barnaverndarlaga. Einhver sem vill taka til máls? Þá legg ég til að þessum lið verði vísað til barnaverndarþjónustu á Norðurlandi eystra. Þeir sem samþykja það, rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er 9. aðalskipulag Dalvíkurbyggðar, ákvörðun endurskoðun í upphafi kjörtímabils. Að loknu sveitarstjórnarkosningu metur sveitarstjórn hvort ástæða sé til að endurskoða aðalskipulagið, skal svo ákvörðun meðal annars taka mið af því hvort landsskipulagsstefna kalli á endurskoðun aðalskipulags hjá nánar 35. grein skipulagslaga. Er einhver sem vill taka til máls hérna? Nei. En það hefur verið unnið að nýju aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar fyrir 25 til 2045 á síðasta kjörtímabili. Þannig að það er bara spurning hvort við samþykjum ekki bara að unni verði áfram að nýju aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar eins og er verið að gera. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hendi. Það er samþykkt samhljóða. 10. liður, verndarsvæði endurmat í upphafi kjörtímabils.
Sveitarstjórn skal að lokum sveitastjórnarkosningum endurmeta þau verndarsvæði sem fyrir eru í sveitarfélaginu með tillit til þess hvort auka eigi við þau eða breyta mörkum þeirra að öðru leyti. Sjá nánar 4. grein laga um verndarsvæði í byggð. Einhver sem vill taka til máls hérna. En ég legg þá til að við vísum þessum lið til framkvæmdaráðs til úrvinnslu. Þeir sem samþykja það rétt upp hendi. Það er samþykkt samhljóða. 11. liður á dagskrá ráðning sveitarstjóra samanber 49. grein samþykkt stjórn Dalvíkurbyggðar. Eyrún Ingibjörg víkur að fundi undir þessum lið vegna vanhæfis. Ég legg til að sveitarstjórn samþykki að ráða Eyrún Ingibjörgu Sigþórsdóttur til heimilis á Sunnubraut 8, 620 Dalvík sem sveitarstjóra Dalvíkurbyggðar kjörtímabilið 2026 til 2030. Og með fundabóðinu fylgdi drög að ráðningarsamningi. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Það er enginn. Þá er þeir sem samþykja ofangreinda tillögu ráðningu sveitarstjóra og meðfylgjandi rétt upp hendi. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er það 12. liður, prókúruumboð sveitarstjóra. Og Eyrún Ingibjörg situr ekki þennan lið heldur. Ég legg til að Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, sveitarstjóri, skuli fara með prókúru fyrir sveitarfélagið Dalvíkurbyggð. Og samkvæmt 50. grein samþykktar stjórn Dalvíkurbyggðar er staðgengill sveitarstjóra, sviðsstjóri fjármál og stjórnsýslusviðs, jafnframt prókúru hafi sveitarfélagsins í forföllum og fjarveru sveitarstjóra. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þá greiðum við atkvæði, þeir sem samþykja þetta. Það er samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 13. liður, ritun fundagerða, leiðbeiningar samkvæmt samþykktum stjórn Dalvíkurbyggðar. Það fylgdi með fundabóði, þá fylgdu leiðbeiningar ritun fundagerðar. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Helgi? Forseti, góði fundamenn. Uppaf nýs kjörtímabils er fínt að taka á ýmsum málum sem líkur er á að verða annars ekki rædd, og það er ritun fundagerða og birting gagna sem er næsti liður, og það er ýmislegt sem á betur fara þó svo að margt sé oft gott, en ég held að það var allir gott að fara aðeins í smá æfingu varðandi ritun, og því langar mig að leggja til að sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslusviðs rosa mikið þessum væri falið að fara yfir með starfsmönnum nefnda sveitarfélagsins sem og nefndamönnum verkla við ritun fundagerð og birtingu gagna með það markmið að fundagerði séu skýrar og upplýsandi og stuðli að auknu gagnsæi í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Og ég held að það sé bara gott fyrir okkur og íbúa ef við getum stundu verið aðeins skýrari. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Þá kjósum við tillöguna hans Helga. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 14. liður er birting gagna á heimasíðu undir fundagerðum. Er einhver sem vill taka til máls undir þeim lið? En er þetta náttúrulega helst svolítið í hendur með hinnu sem þannig að í rauninni er spurning hvort að sama bókun eigi bara við þarna undir. Þeir sem samþykja það rétt upp hendi.
Þá er 15. liður á dagskrá fjölskylduráð, annar fundur. Fundagerðin er í 16 liðum og liður 4, 10, 11, 14 og 16 eru sérmál á dagskrá. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þá er fundagerðin lögð fram til kynningar. 16. mál framkvæmdaráð, 3. fundur frá 13.5. Fundagerðin er í 12 liðum. Liður 1, 2, 4, 7, 8, 9 og 10 eru sérmál á dagskrá. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þá er fundagerðin lögð fram til kynningar. 17. liður skólanefnd tónlistarskólans á Tröllaskaga. Fundagerðin er í 4 liðum, ekki þarfnast afgreiðslu. Er einhver sem vill taka til máls? Þá er fundagerðin lögð fram til kynningar. 18. ungmennaráð. Fundagerðin er í 2 liðum, ekki þarfnast afgreiðslu. Einhver sem vill taka til máls? Þá er fundagerðin lögð fram til kynningar. Þá 19. mál á dagskrá frá 3. fundi framkvæmdaráðs, Selarland, breyting á aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar. Niðurstaða framkvæmdaráðs er að það leggur til við sveitarstjórn og hún samþykki framlagða tillögu að breytingu á aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020 samkvæmt 1. málsgrein 32. grein skipulagslaga númer 123/2010. Skipulagsfulltrúi falið að vinna drög að svörum við innkomnum athugasemdum til samræmis við umræður á fundinum og leggur til fyrir fund sveitarstjórnar til samþykktar. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Það er ekki. Þá legg ég til að við samþykkjum ofangreinda tillögu framkvæmdaráðs og tillögu að breytingu aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020 samkvæmt 1. málsgrein 32. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkir því rétt upp hönd. Og B. Að við samþykkjum samhljóða með 7 atkvæðum fyrirliggjandi drögasvörum við innkomnum athugasemdum. Eitthvað sem vill taka til máls? Nei, samþykkt samhljóða. Það var að 20. liður á dagskrá. Frá 3. fundi framkvæmdaráðs, Selarland, nýtt deiliskipulag fyrir ferðaþjónustu og frístundabyggð. Framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að hún samþykki framlagða tillögu deiliskipulagi fyrir ferðaþjónustu og frístundabyggð við Sandvík og Hauganesi samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Skipulagsfulltrúi falið að vinna drög að svörum við innkomnum athugasemdum til samræmis við umræður á fundinum og leggja fyrir fund sveitarstjórnar til samþykktar. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þá legg ég til að ofangreind tillaga framkvæmdaráðs verði samþykkt að tillögu deiliskipulags fyrir ferðaþjónustu og frístundabyggð í Sandvík á Hauganesi verði samþykkt samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykja það er rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og B. sveitarstjórn samþykki samhljóða með 7 atkvæðum meðfylgjandi drög að svörum við innkomnum athugasemdum. Þeir sem samþykja það er rétt upp hönd. 21. liður frá 3. fundi framkvæmdaráðs, athafnasvæði í landi Ytri-Haga, nýtt deiliskipulag. Það var sem sagt auglýst tillaga deiliskipulagi fyrir iðnaðarsvæði í landi Ytri-Haga og því lauk 11. maí síðastliðinn, engar athugasemdir bárust. Niðurstaða framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að hún samþykki framlagða tillögu að deiliskipulagi fyrir iðnaðarsvæði í landi Ytri-Haga samkvæmt 3. málsgrein 45. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Nei, þá legg ég til að ofangreind tillaga framkvæmdaráðs og framlagða tillögu að deiliskipulagi fyrir iðnaðarsvæði í landi Ytri-Haga
Samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 verið samþykkt. Þeir sem samþykja rétt upp hendi. Það er samþykkt samhljóða. 22. liður frá 3. fundi framkvæmdaráðs óskum upplýsingar varðandi fjallgirðingasjóð. Framkvæmdaráð samþykkir framlögð drög að samkomulagi vegna fjallgirðingasjóðs með þeirri breytingu að áskosrétt verði hluti af samkomulaginu. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þá legg ég til að við samþykkjum afgreiðslu framkvæmdaráðs og að meðfylgjandi tillögu að samkomulag fjallgirðingu á Áskoströnd með þeirri breytingu áskosrétt verði hluti af samkomulagi. Þeir sem samþykja rétt upp hendi. Það er samþykkt samhljóða. 23. liður frá 3. fundi framkvæmdaráðs grendastöðvar, sorphirðu, staðsetningar og útfærslur. Það var semst samþykkt að koma upp grendastöðum, sorphirðu á Hauganesi og Áskosandi og grendagáma voru settir upp og hafa staðið á gömlu bílaþvóttaplönunum og nú þarf að taka afstöðu til þess hvar á að koma grendastöðunum endanlega fyrir á báðum stöðum. Því það á að koma upp skjólveggjum og skiltum að bæta ásýnd. Framkvæmdaráð samþykkir núverandi staðsetningu grendastöðva á Hauganesi og Áskosandi en leggur jafnframt áherslu á snyrtilegan frágang og ásýnd stöðana. Er einhver sem vill? Já, Benedikt. Forseti sveitarstjórn. Í samtölum mínum við íbúana á Áskosandi og Hauganesi þá hef ég orðið þess áskynja að það er ekki ánægja með þessa staðsetningu hjá íbúum þar. Þannig að ég vil leggja til að það verði vísað aftur inn í framkvæmdaráð og kem með þá tillögu að það verði sett ein stöð miðsvæðis fyrir báða íbúakjarna. Takk. Takk fyrir þetta. Helgi. Forseti, já, ég held að það hafi nú verið orðið niðurstaðan að framkvæmdaráð þyrfti kannski að vinna þetta bara frekar að því að það er ekki allir til í að hafa þessa gáma en já, miðsvæðist þá ekki það þurfa að finna staðsetningu núna, þá erum við bara komin upp á Melbrún eða hvað. En það kemur bara ljós, en ég held styð það heilsugar að fela framkvæmdaráð að klára þetta. Takk fyrir þetta. Er fleiri sem vilja taka til máls? Börgur. Nei, það var búið að skoða þetta fyrir mörgum árum og með við þessa tillögur sem eru þarna með þá eru þetta náttúrulega ekki gámar eða semst þetta eru náttúrulega bara minni einingar og ég er nú ekki alveg að sjá það fyrir mér að þetta sé staðsett þarna uppi þjóðveginn fyrir fólk sem er að fara með flöskurnar eða plastið. Þannig að ég held að væri nú ráðlegra að reyna að finna staðsetningu fyrir þetta í þorpunum. Takk fyrir þetta. Fleiri? Katrín? Já, forseti fundamenn, ég tek undir með Benedikt og þeir sem hér tala að við náttúrulega öll nýkomin úr virku samtali við kjósendur og það er nokkuð ljóst að núverandi staðsetningar ekki þess sem óskað er, þannig að ég held að sé viskulegt að vísa þessu aftur til framkvæmdaráðs og finna þessu betri staðsetningu og það er alveg spurning að hvort sem þetta verður þá miðsvæðis ein stöð eða komið snyrtilegar fyrir á báðum stöðum til þess að gangandi íbúar geti líka nýtt sér þetta, en ég er bara sammála því að vísa þessu aftur til framkvæmdaráðs. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá kjósum við það að þessu verði vísað aftur til framkvæmdaráðs
Þeir sem eru sammála því, rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 24. liður frá 3. fundi framkvæmdaráðs, göngu og hjólastígur niður á Árskógssand og Hauganes. Og fjárhagsáætlun fyrir 26 er að byggja upp hjóla- og göngustíga frá þjóðvegi og niður á Árskógssand og niður á Hauganes. Fyrir fundinum lá tillaga að legu stígana og niðurstaðan var að framkvæmdaráð samþykkir að stígur niður á Árskógssandi muni liggja Brúarhvammsreit eftir núverandi stíg en að lega stígs niður á Hauganes fari í frekara samráðsferli með íbúðum á svæðinu. Einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Þá leggja til að við samþykjum ofangreind afgreiðslu framkvæmdaráðs þeir sem eru sammála rétt upp hönd. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 25. liður frá 3. fundi framkvæmdaráðs, samstarfssamningur vegna textíls. Fyrir fundinu lá drög að samstarfssamningi milli Dagleigubæjar og Akureyrarbæjar flutning á umfram textíl frá starfsstöð Rauða krossins á Akureyri til meðhöndlunar hjá móttökuaðila. Með samningnum skuldbindur Dagleigubæjar sig til að greiða Akureyrarbæ hlutdeild af kostnaði vegna meðhöndlunar og flutning textíls. Og niðurstaðan er að framkvæmdaráð samþykkir framlögð drög að samstarfssamningi milli Dagleigubæjar og Akureyrarbæjar flutning og meðhöndlun á umfram textíl. Framkvæmdaráð leggur til að íbúar verði upplýstir magn og kostnað við förgun og textíl í sveitarfélaginu. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Helgi? Forseti fundarmenn, maður að hafa áhuga textíl til þess að vera sveitarstjórn. En þetta er tilrauna verkefni, stuttur samningur hægt að framlengja 2 árum 1 ár. Ég held að við þurfum að fylgjast vel með þessu og ég held að fólk gerir sér ekkert grein fyrir kostnaðurinn sem hlýst af þessu og ég samþykki þetta en við þetta þarf að passa vel. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég til að fyrirliggjandi drög að samning við Akureyrarbæ verði samþykkt og að við tökum undir bókun framkvæmdaráðs hvað varðar upplýsingagjöf til íbúa. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 27. mál, fjölskylduráð, endurnýjun á samning. Þetta er Eyrún Rafnsdóttir, sviðsstjóri félagsmálasviðs og Gísli Bjarnason, sviðsstjóri fræðslu og menningarsviðs fara yfir stöðuna á vinnu við endurskoðun og samning við heilsu- og sálfræðiþjónustuna. Fjölskylduráð samþykki með 5 atkvæðum að endurnýja samningin við heilsu- og sálfræðiþjónustuna. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þá legg ég til að þessu máli verði vísað aftur til fjölskylduráðs vegna þess að það sem samningsdrög eru enn í vinnslu. Er einhver sem vill taka til máls? Þá er þá legg ég ofangreinda tillögu fram þeir sem samþykja. Það er samþykkt samhljóða. 27. liður frá öðrum fundi fjölskylduráðs, landsmót 50, framkvæmt af ÖMSE. Niðurstaða tekið fyrir erindi frá ÖM 50, fjölskylduráð samþykir með 5 atkvæðum að veita 100.000 krónur fjármagn sem er til í heilsueflandi samfélagi. Golfið verður haldið á golfvelli Dalvíkurbyggð. Það er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Nei, þá legg ég til að við samþykjum ofangreidda afgreiðslu fjölskylduráð og vísum krónum 100 á styrk á lið 06010
4390 í fjárhagsáætlun 2026. Þeir sem samþykja það. Það er samþykkt samhljóða. 28. liður, fundur fjölskylduráðs, styrkbeini frá ferðafélagi Svarfdæla. Fjölskylduráðs samþykkir með 5 atkvæðum. Fjölskylduráðs samþykkir með 5 atkvæðum að veita 430 krónur styrk úr sjóði heilsueflandi samfélags. En maður nú sjá. Þið verða að fyrirgefa, ég er aðeins hérna. Já, er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Nei, þá legg ég til að þessum lið verði vísað til byggðaráðs til umfjöllunar. Einhver sem vil taka til máls? Þá, vil taka til máls? Nei, já, bara fara að samþykja, drífa þetta áfram. Þá þeir sem samþykja réttubönd, já. Það er samþykkt samhljóða. 29. mál, fjölskylduráð, gjaldskrárbreytingar íþróttamiðstöðvar 2026. Það var eftirfarandi bókað að Jón Stefán Jónsson, íþróttafulltrúi Dalvíkurbyggðar, fer yfir þær breytingar á gjaldskrá íþróttamiðstöðvar og niðurstaðan fjölskylduráð samþykkir með 5 atkvæðum endurskoða gjaldskrá íþróttamiðstöðvar. Þannig að með fundabóði sveitarstjórnar fylgdi minnisblað þar sem fram kemur að íþróttafulltrúi leggur til að viðskiptavinum íþróttamiðstöðvar, líkamsræktar og sundlaug verði leyft að dreifa greiðslum á 3 mánaða kortum, 6 mánaða kortum og árskortum. En aldrei þó lengur en viðkomandi kort er í gildi. En í núgildandi gjaldskrá er það ekki leyfilegt. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Helgi? Forseti, ég sé ekki betur en að sé einhver vitlaus gjaldskrá undir málinu, einhver eldri útgáfa. Þannig að ég legg til að þessu verði bara vísað til fjölskylduráðs aftur og þau finnir rétta gjaldskrá og komi með þetta þá. Takk. Er einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Þá greiðum við atkvæði tillögunars Helga að vísa þessu til fjölskylduráðs. Er einhver sem vill taka til máls? Enginn sem vill taka til máls? Herðu, það er búið að vera smá reikstefna hérna. En ég ætla að leggja þeir sem samþykja tillöguna hjá Helga að já, gjör svo vel, Benedikt. Forseti, fundarmenn, ég finnst það ekki skipta máli hvað gjaldskrá er undir málinu vegna þess að það er bara verið að tala greiðslu dreifingu en ekki neinar upphæðir, þannig að þó að það séu vitlausar tölur inn í þeirri gjaldskrá sem er undir málinu þá er hægt að taka afstöðu til þess og leggja til að það veri borið upp til samþykktar hér þetta mál. Takk fyrir það. Er fleiri sem vilja taka til máls? Það er enginn.
Þá verð ég að viðurkenna hvað er ég að fara að gera? Byrja á þína, já. Ok, þá greiðum við atkvæði tillöguna hans Helga að þetta fari aftur til fjölskylduráðs. Þeir sem samþykja það rétt upp hendi? Nei. Já, dróst hún tilbaka. Fyrirgefðu, mér fannst þú... Já, við þurfum að æfa það aðeins betur. Heyrðu, þá tökum við bara hvort við samþykjum ofangreinda tillögu greiðsludreifingu á kortum með gildistíma í 3 mánuði, 6 mánuði og 12 mánuði. Þeir sem samþykja það rétt upp hendi. Það er samþykkt samhljóða. Og 30. mál á dagskrá, fjölskylduráð, umsókn styrk vegna yngri flokka kvenna. Tekin fyrir umsókn frá barna- og unglingaráði þar sem þau ósku eftir 300.000 krónur styrk til að efla knattspyrnuiðkun stúlkna í 7. flokki. Fjölskylduráð samþykir með 5 atkvæðum að styrkja barna- og unglingaráð 300.000 krónur. Íþróttafulltrúar falið að kanna svigrúm í fjárhagsáætlun. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Bessi. Já, forseti fundarmenn. Ég vildi bara koma og hrósa barna- og unglingaráði fyrir að frumkvæði að þessu máli. Erindinu var að mikilvægt er að ná börnum sem fyrst inn í fótbolta til að hámarka líkunar því að þeir haldist þar. Sannleikurinn er sagna bestur og þetta vita fótboltaþjálfarar út allan heim. Og ég tek þið fagnandi að þessi búið að búa til vettfang fyrir yngstu dætur Dalvíkurbyggðar til að koma og rækta sína knattspyrnu hæfileika. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég tek heils hugar undir með Bessa. En þá legg ég til að við samþykjum ofangreinda styrkveitingu að upphæð 300.000 og vísa á lið 060104390 í fjárhagsáætlun 2026 heilsueflandi samfélag samanber tillögu íþróttafulltrúa. Þeir sem samþykja það rétt upp hendi. Það er samþykkt samhljóða. 31. mál á dagskrá frá skipulagsfulltrúa, landeldi við Hauganes, mat á umhverfisáhrifum. Þetta það er tekið fyrir drög að umsögn skipulagsfulltrúa að umsögnum matsáætlun fyrir áformin landfyllingu og fiskeldi á landi við Hauganes og að Dalvíkurbyggð hefur móttekið erindið og það sem farið fram á umsögn sveitafélagsins matsáætlun fyrir áform Laxós uppbyggingu landfyllingar og fiskeldi og þetta er eitthvað. Að mati Dalvíkurbyggðar mætti fjalla hugsanlega áhrif á samgöngur og umferðarþunga Ólafsfjarðarvegi bæði á framkvæmdatíma og rekstratíma. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Börgur. Já, þetta verkefni var í gangi ansi mörg ár. En ég undra mig pínu á því að þessi umsagnarbeiðni barst Dalvíkurbyggð 15. apríl en svarið fer frá Dalvíkurbyggð 3. júní og það er meira þess að þannig að aðilinn sem er fyrirhugað þessa uppbyggingu hafði samband um að spurði bara hvað er eiginlega í gangi. Þannig að það var beðið eftir þessu umsögn frá Dalvíkurbyggð. Takk fyrir þetta. Er einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Nei, ég hef engin svör ný tekin til starfa í þessu verkefni af hverju þetta, en svarið er allavega komið. Þannig að en eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Nei.
þá legg ég til að við greiðum atkvæði ofangreinda tillögu að umsókn Dalvíkurbyggðar í þessu máli, þeir sem samþykkja rétt upp hendi. Samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá málaskrá tæmd. Ég vil bara þakka ykkur fyrir þolinmæðina í þessu fyrsta verkefni mínu sem forseti sveitarstjórnar og þakka kærlega fyrir traustið sem mér hefur verið sýnt og ég bara hlakka til áframhaldandi starfa með ykkur. Takk fyrir. Já, fundi slíkt.